framtíðin og svona skemmtilega uppsettir, bjuggu til svona einhverju persónur og gerðu myndbönd og sögur sem að lýsa bara hvernig þessar persónur upplifa framtíðina. Ég myndi segja að þetta eiginlega úrelt í dag og þá aftur meina ég að þetta hefur í rauninni afskaplega lítið gagn sem eitthvað svona tæki til að nota það. Og ég ætla aðeins að útskýra betur af hverju mér finnst þetta á eftir. Og svo það þriðja verkefnið. Þetta var alveg svakalegt verkefni. Ég sá þáttækjendur, það ansi margir sem að koma að þessu. Og meira segja almenningur, þeir voru bara með fundi með almenningi, hvað finnst ykkur framtíðina, skólamáli í framtíðinu og fleira. Þetta held ég að sé ennþá gott plagg sem að kom frá þeim, sem að ennþá gagnlegt, sem alveg hægt að nota til að fá góðar hugmyndir hverjir möguleikar sem eru fyrir breskt samfélag í framtíðinni. Nú, hvað getur farið úrskeiðis í svona verkefni? Þetta náttúrulega þeir sem voru hérna á vinnustofunum, þeir vita það að tileinka sér þessa kerfisbundnu framtíðarhugsun. Þetta ekki auðvelt, þetta svolítið erfitt, þetta annar hugsunarháttur sem við erum með. Þannig að það ansi margt sem að getur farið úrskeiðis. Því að okkur finnst ofta við vitum alveg hvað það að hugsa framtíðina. Við erum að gera það á hverjum degi. Ég að ákveða hvað verður matinn á morgun og svoleiðis. En að hugsa kerfisbundið 10 til 20 ár fram í tímann, það svolítið annað mál. En við notum ýmsar aðferðir og það má svona skipta þessu í tvennt nokkur veginn. Það svona aðferðir þar sem við erum að nota þær upplýsingar sem við höfum og gögn hver sé staða tækniþróunar, þróun samfélags og fleira. Þetta svona greiningar aðferðir. Við getum nota þetta til þess að plotta svolítið og sjá svona hvert stefnir, hvað við drögum línum, hvað endar. Síðan eru skapandi aðferðir og þetta stór partur af framtíðarfræðunum líka. Vegna þess að við erum markvisst að reyna að búa til framtíð. Við erum ekki bara að athuga hvar gætum við endað. Ef að þetta heldur áfram svona, þar endar línan. Við höfum svolítið frelsi, eins og Gunnar Dahl sagði, til að hugsa svolítið framtíðina og við getum sagt, já, ef við draugum þessa línu, hún kannski endar hérna, en okkur langar til að enda eitthvað allt annars staðar. Þannig að við getum svolítið leyft okkur að skálda þetta og farið síðan aftur og bak og rekið þetta. Ég held að þessi fyrstu tvö verkefni sem ég talaði áðan, OECD-verkefnið og ESB-verkefnið, notuðu næstum því alfarið greinandi aðferðir. Ég held að vantaði svolítið mikið þennan skapandi þátt að hugsa hvaða framtíð það sem við getum búið til ef við gefum okkur ákveðna forsendur, gefum okkur í rauninni að við höfum allt sem þarf til að vinna að þessu. Svo það þáttækni og ég held að þetta svolítið augljóst og við höfum talað það eins og við heyrðum hjá Önnu Kristínu, heildtæk stjórn, að það eru svo margir sem að koma að og hafa áhrif á menntun og þróun menntunar og þetta eru aðilar sem að í rauninni geta haft áhrif á innleiðingu stefnu bara með því að gera eitthvað eða bara að gera ekki neitt. Kennarar, foreldrar, nemendur, þetta eru allt hagsmunaaðilar og hópar sem að geta haft áhrif. Þannig að ef við ætlum að vera svolítið raunsæ í okkar framtíðar hugsun, að þá eiginlega verðum við að hugsa hvernig koma þessir hópar að verkefnum. Og við þurfum eiginlega að reyna að finna leiðir til að gera þetta. Jón Torfi talaði þetta. Við heyrum þennan frasa oft. Framtíðin núna. Nei. Framtíðin ekki núna og þetta alveg lykilatriði sem við þurfum að vera meðvituð Auðvitað eru hlutir sem við erum að gera í núinu, þeir hafa einhver áhrif á framtíðina. En ef við erum að hugsa lengri tíma markmið, til 10 til 15 til 20 ár,
þá erum við ekki að tala núið. Og við þurfum í rauninni að reyna að skapa svolítið fjarlægð við núið til þess að leyfa okkur að búa til aðstæður sem eru þær sem við viljum og eru eftirsóknarverðar. Fyrsta verkefni þarna, OECD-verkefni sem ég lýsti yfir, það fór svolítið mjög illa held ég. Að það var mjög, þeir sem komu að þessu, þeir voru mjög uppteknir af straumum og stefnum í menntun og þess háttar og það sem þeir í rauninni, það sem þeir sendu frá sér, ef maður les þetta, hvað verið að segja þarna í þessu, að þá eru þeir í rauninni að segja að það eru einhverja ákveðnar stefnur sem eru svolítið ríkjandi í menntamálum í dag. Einhver þeirra verður ofan á næstu 15-20 árin og hún verður eiginlega óbreytt frá því sem það í dag. Og þetta bara mjög óraunhæft. Að við verðum að gefa okkur, ef við erum að hugsa svona langt fram í tíman, að við verðum að gefa okkur að það verða einhverja breytingar á þessari leið. Að það sem í dag, það verður ekkert endilega næst. Og þetta á jafnt við tæknilega þróun og líka bara hugsun manna hvað menntun og hvert hlutverk menntun. Við erum alltaf að ræða þetta, við erum alltaf að skapa ný hugtök og breyt og þetta breytir hvernig við hugsun þetta. Hérna, ég er að reyna að lýsa ákveðnum vandamál. Þessi, ég notaði aðeins sem kannski kannast við Engström aðferðina hérna. Ef við ímyndum okkur að það eru nokkra tímalínur alltaf í gangi, sem eru í gangi í kringum okkur. Þær eru svolítið, þær spila svolítið saman, það söguleg þróun bara frá upphafi heims. Þetta tímalína sem gengur, undir henni kemur önnur tímalína samfélagsþróun, það samfélag sem við erum í svolítið háð þessari sögulegu þróun, okkar persónlega þróun og síðan þessi tæknilega þróun. Og erfiðleikarnir í sambandi við að vinna í þessari framtíðarmiðaðri stefnumótun, sérstaklega þegar við erum að horfa til lengri tíma, að við þurfum að taka tillit til ansi margra þátta. Að við erum hér, sem sagt ef þessi hringur, þetta núið. Og við vitum það að núið aldrei einn pínulítill punktur. Þetta núið nær eiginlega til gærdagsins og næstu 2 daga eða svo, þannig að þetta svolítið svið. Þegar við erum að hugsa hvað við ætlum að gera fyrir framtíðina í okkar samfélagi, við horfum svolítið aftur í tímanum og hugsa hvað þetta samfélag sem við erum að tala um? Hvaða öfl hafa mótað okkar hugmynd, hvað okkar samfélagi í dag? Svo erum við að hoppa fram langt fram í tíman og erum að hugsa svolítið þessar samfélagslegu breytingar sem gætu átt sér stað, tæknilegar breytingar og þess að. Einhvers staðar á þessum tímapunkti að þá náttúrulega drýtur gögnin sem við höfum og allar upplýsingar sem við höfum sem að gefa okkur vísbendingar hvað líklegt að gerist í nálægri framtíð, að þau ná bara visst langt. Og allt í einu lendum við í tímabili þar sem bara mikil óvissa. Og það oft þetta sem við erum að reyna að díla við. Og þarna kemur þessi skapandi hugsun. Þarna fáum við í rauninni svolítið þetta frelsi til þess að hugsa, ef að þessi þróun nær svona langt, hvert viljum við fara með hana síðan á þessum punkti þar sem við höfum ekki gögnin til að styðja kannski. Við höfum bara okkar vilja, hvað viljum við gera? Og síðan rekum við aftur í núið og þá spurning, hvað viljum við gera í dag? Hvað það sem við þurfum að gera í dag til þess að þessi framtíðarsýn okkar verður að veruleika? Þegar við erum að tala tækniþróun og eins og Jón Torfi talaði að fæst okkar vita í rauninni hvað í gangi, hvar tækniþróunin staðsett í dag. Það ekkert smá erfitt að fylgjast með þessu. Þetta gerir svo ört. Þetta eru
sko, hérna sjálfakandi Google bílinn. Þeir eru búin að vera að sitja í farþegasætinu í bíl allar götur Nevada í 2 eða 3 ár. Þetta til í dag, sjálfakandi bílar. Þetta vélmenni. Sums staðar verið að nota þetta vélmenni. Hann komin í þjónustu hlutverk í sumum Asíulöndum. Í Suður Kóreu farið að nota fjarstýrð vélmenni í skólastofum. Það verið að nota fjarstýrð vélmenni til þess að gera nemendum sem að hafa komast ekki í skólan af einhverjum ástæðum, að þau geta farið í skólan, með í gegnum þetta rafræna, fjarstýrða vélmenni. Það fer gangana og þeir eru heimatengdir með myndavél og fleiri. Þannig að oft gerum við okkur ekki grein fyrir því hver staðan í sambandi við þessa tækniþróun og hvað það sem að í rauninni kemur til með að hafa áhrif á framtíðina. Og þá einmitt skiptir máli að það sé aðkoma margra aðila sem að geta komið með þessar upplýsingar og síðan líka að það sé þessi heiðarleiki að fólk sé, og þarna komum við svolítið inn á það sem að Jónþór var að tala hvað má tala og hvað ekki, að við þurfum að vera svolítið opinská og heiðarleg og ef að taka eitthvað samfélagslegt verkefni, ef að helstu atvinnurekendur í sveitinni sjá fram á það að vélar munu koma í staðinn fyrir mörg þau störf sem eru í boði í dag, þarf þá þessi atvinnurekandi ekki að vera svolítið opinská og segja frá því. Að vekja ekki falskar vonir að eitthvað verði á einhvern hátt í framtíðinni. Að mér finnst við oft sjá það, að það sé ekki talað þetta sem að vissir aðilar vita muni gerast. Ég komin langt yfir tíma minn, þannig að ég spá í hvort að ég kannski fari að yfir þetta á eftir. Þetta tengist svona hópinu sem vorum að fá einhver með okkur í á eftir. En þetta voru svona helstu áherslur sem að komu út úr vinnufundunum sem við höfðum hérna fyrir 2 vikum með annars vegar nemendum framhaldsskólans og með hagsmunaaðilum og kennurum. Og mér finnst mjög áhugavert að þetta mjög líkt. Þessir hópar eru eiginlega sammála hvað þurfum við að gera eða hvað ætti að gera. Hins vegar spurning eins og ég talaði að hérna með einhverja lykilfrasa. Fjölbreytni, sjálfstæð, skapandi nám. En það sem við vitum ekki hvað merkir þetta þegar við staðsetjum þetta í framtíðinni. Ef við erum búin að búa til skóla sem að það sem að þessir þættir eru ríkjandi, hvernig lítur þessi skóli út eftir 10-15 ár? Hvað það sem þessi skóli gerir? En við ætlum að fara betur yfir þetta eftir maður.